Við erum komin hér að Miðhúsum í Hvolhreppi þar sem að fréttist af því að maður ársins samkvæmt lesendum Eðfaxar sé staddur í gamlársdags útreiðatúr með félögum sínum hér í Hvolsvelli. Og hér er hinn verðmæta skál sem að veitt er núna í annað sinn til manns ársins samkvæmt lesendum Eðfaxar. Hans Þór Hilmarsson fekk hana í fyrra og er búinn að skýra barnið sitt upp úr henni, þannig að þetta lítur allt Guðs blessun. Við ætlum að fara hérna inn og reyna að ná manni ársins að óvörum í vonandi góðum gleðskap og til þess að hjálpa okkur hefur fengið hann Hans Þór sem ætlar að fara á undan okkur. Þetta er svona svolítið eins og sakamálaþáttur. Kíkjum á það. Þetta er almennilegt. Er þið kom brílaði? Ávaxtaskál. Bermúdaskálinn. Þetta er Bermúdaskálinn. Góðan daginn. Góðan daginn. Velkomin hérna í árlega áramót. Þetta er reykfyllta bakherbergi hestamennskunnar. Hér er allt ákveðið sem að gerist í hestum, það gerðum við. Jú. Þetta er sko hérna, Lalli á Miðhúsum býður okkur hingað. Já. Búin að mæta hér í, það er verið 30 ár. Sem að það er búið að fara í þennan áramótareitur? Og var einmitt að fara yfir það áðan. Þetta er svo gott strákar, markmiðið er að hittast alltaf hér á ári. Þá liðum við árið af. Sko. Já. Glæsilegt, en við erum hérna staddir, Elvar, af því að þetta er í annað sinn sem að Eðfaxi veitir viðurkenningar maður ársins samkvæmt lesendum Eðfaxa og við fengum inn helling af tilnefningum af alls konar fólki sem er að vinna hinn og þessu í hestamennskunni og út úr því voru 5 tilnefndir og þú svo valinn bara samkvæmt heiðarlegri kosningu. Þetta er reyndar í annað sinn sem þetta fer á Hvolsvöll. Við höldum kannski að Hvolsvellingar sé eitthvað að triksa með kúkís hérna, dílit kúkís. Já. Nei, við stöndum bara svo rosalega saman, er það ekki bara svoleiðis? Það er okkur langar, ég veit, það er náttúrulega búið að fjalla heilmikið um því ár fyrir góðan árangur, búin að fara í viðtöl hér og þar og vera auðvitað sýnilegur í ljósi þinna afreka, en svona kannski bara árið 2023 í svona 3 orðum, hvað kemur fyrst upp í hugan? Já, 3 orð, vá. Við vorum einmitt bara að fara yfir þetta í morgun í gegningunum, ég og Hulda, bara þetta ótrúlega ár er að klárast í dag. Bara gleði, þakklæti og hérna, já, hvað á þriðja að vera? Hamingja. Hamingja? Já. Það er bara þannig. Þetta er búið að vera alltaf bara stór undarlegt allt saman, en ég held að verðlaunin væru búin, en Þetta er glæsileg skál. Ok, já, gleði, hamingja og þakklæti. Það er frábært. Svona, það kannski lítur að vera eitthvað sem er samt kannski eins og fór ekki eins og þú vilt. Ef þú mættir henda ykkur einu á brennuna, á áramótabrennuna, sem að gerðist í ár, er eitthvað sem fór ekki eins og það ætlaðir? Það er svo gjörsamlega grafið einhvers staðar langt niðri, sko, að ég hef ekki hugmynd um það, sko. Nei. Það er nú bara þannig, hitt tekur svo sterklega yfir að eitthvað klikkaði og það er bara hollt og gott, þannig að það þarf bara að fylgja með. Ef að, nei, ég held bara, mér dettur ekkert í hug. Ekkert sem verður brennt í kvöld sérstaklega? Nei, ég held að þetta sé bara búið að, auðvitað gengur stundum eitthvað ekki alveg eins og á að ganga og allt það, en það er bara hluti af þessu. Það bara á að vera með. Það var kannski 2 spurningar eftir, eðlilega spurningar, árangurinn í ár, hverjum þakkaru þetta helst, eitthvað svona í fljótu bræði? Bara fyrst og fremst bara öllu fólkinu í kringum mig, ég held að þetta bara skipti öllu máli að hafa gott fólk í kringum sig og frábært starfsfólk og það skiptir öllu máli, maður þakka því fyrst og fremst. Árið 2024 er handan við hornið, hvað ætlar þú að gera árið 2024? Ég ætla að vinna í Krónunni. Nei, það er bara áfram gakk og bara njóta hestamennskunnar og einmitt eins og ég er að gera núna. Að hitta kallana og ríða út og hafa gaman og metnaður að sýna kynbótarhoss og keppa og svo bara hlakka til í hestaferðirnar og bara allt, ekki eins og ég hef margótt búin að segja, ég vil ekki breyta neinu. Glæsilegt Elvar Þormásson, innilega til hamingju með að vera maður ársins hjá Eðfaxa. Takk fyrir það og stelpur til hamingju með tilnefningar.
Komdu á landsmót hestamann í Reykjavík næsta sumar og sjáðu landsins bestu hesta. Forsala í fullum gangi á tix.is. Landsmót hestamanna.